Góðan daginn Íslendingar, það FM 95 Blö sem að heilsar ykkur, ég klúra þessu, ég ætla að segja FM 95 Bjö. Það rétt. Af því að það Björn Bragi sem að heilsar ykkur hérna á þessum fallega degi. Eins og þið heyrið á þessari rödd sem að datt inn, þá þetta Sverrir Bergmann sem með mér í dag. Velkomin Sverrir. Sælunur, þakka fyrir það. Já. Ég veit ekki alveg með þetta FM 95 Bjö sko, því ég náttúrulega fann FM 95 Blö nafnið upp sko. Já. Og það var aldrei rætt um mig. Þetta mikið áfall fyrir þig? Já. Nei, ég að fíla þetta. Þetta mjög góð lausn. Já, nákvæmlega. Ég sko, fyrir þá sem hafa ekki hlustað síðustu 2 daga, þá Auðun Blöndal að sjálfsögðu erlendis, þar sem hann í meðferð við spilafíkn á eyju í Kyrrahafinu. Kallt greið, og svo var hann búinn að vera mjög einmann á undanfarna daga því ég búinn að yfirgefa hann. Já, nákvæmlega. Ertu fluttur út? Nei, alls ekki. Þetta eitthvað ruglaður. Nei, nákvæmlega. En þú hefur verið lítið með honum? Já. En hann erlendis og Sveppi og Pétur Jóhann líka, sko, þannig að þetta svona mikla breytingar í gangi. Og bara næstu 2 vikurnar. Spennandi hlutir, sko. Það eitthvað spennandi að fara að gerast. Það eitthvað spennandi að fara að gerast. Ég vil skrítið að horfa svona í augun á þér þegar maður að tala. Það? Já, ég hef aldrei, þetta nánast að segja verið með þér. Þú hefur aldrei hort í augun á karlmanni þegar þú tala við hann? Ekki svona djúpt. Nákvæmlega. Ég Sælunur. Þú hefur náttúrulega oft verið sko, þú hefur oft verið í þættinum, en aldrei verið gestastjórnandi. Já, ég fæ alltaf bara að hanga svona þegar komin kortið Já, þú hefur bara verið örugglega bara oftar en allir nema Öddi sjálfur, sko. Já, alltaf á föðs. Alltaf á föðs, þá kemur og tekur lagið og svona, og gaman að því. Já. Og en hvernig finnst þér að vera hún gestastjórnandi? Þetta ekki svona promotion? Já, mér finnst það geðveikt. Ég reyndi svolítið skrítið að þú bauðst mér, sko. Ég er búinn að vera einu Ödda í 20 ár, sko. Akkur hefur aldrei bóðið mér að vera gestastjórnandi. Nákvæmlega, kannski að því að honum stafar ógnaðir. Það það málið það? Ég hef aldrei litið á þetta svona. Sætlinur. En það frábært þáttur framöndan hjá okkur. Við ætlum að fá Óla vinn þinn í Game TV. Óli Game TV ætlar að mæta eftir. Hann ætlar í stuttspjall við okkur. Og við ætlum að fá 2 af þeim sem að keppa í úrslitum Morfís. Það ekki bara svona gauðra sem geta bladrað út í 1? Jú, við ætlum bara að stoppa þá strax eftir 5 mínútur, sko, eftir að við erum búin að tala í 5 mínútur. Okay. Og svo ætlum við að taka spjall við, við ætlum að hringja í Jón Jónsson. Okay. Og taka smá spjall við hann. Svo tökum við lagið, við ekki að taka lagið eftir það? Jú, við gerum það heldur betur að því að við vorum að ræða þetta FM 95 Blö lagið. Það náttúrulega á ekki við lengur, af því að nú Björn Bragi ekki bara á mándugum, heldur líka á þriðjudögum, miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum. Það var kústíku við þetta. Þannig að við ætlum að uppfæra það heldur betur. Ég mættur með kassagítarinn, sko. Já, fíla það. En við ætlum að henda í lag. Ég ennþá að læra á takkaborðið. Ég var eitthvað aðeins að skýta með hann, þetta alltaf þetta inn í gang, sko. Ok. Og, Sællinir. Þetta var Titanium, sko, ég ætla að spila það fyrsta lag. Ég byrjaði oft á því þegar ég byrjaði þáttinn. Gott lag. Ég veit að þjóðin fyrirgefur mér. Herðu, og þá förum við í Frikki. Ég búinn að redda þessu. Ertu búinn að redda þessu? Já, klálega. Og hvað gerir ég núna? Svona, og þú gerir svona. Já, byrju. Já, nú verðum við að tala saman. Tórgóðslag. Titanium kemur hér með David Guetta. Það held ég nú. Fallið farar heill. Titanium. Já, Titanium. Einhver alsterkasti málmur sem til Það held ég nú. Þið að hlusta á FM 95 Bjö með Birni Braga og Sverrir Bergmann í dag. Og við ætlum að fara í slúðrið. Já. Það alltaf önnur inn koma. Komdu með slúður. Já. Ég búinn að taka saman hérna Hollywood Gossip. Get ekki beðið. Regn okkur? Nei, komdu með það. Ég ætla að setja svona takt undir. Býtu. Heyrðu taktinn? Nei. Þarna? Já, þarna. Við tölum saman við þetta. Heyrðu, ég er með gott slúður í dag. Fyrsta slúðrið að Zac Efron var að leika í einhverju bíómynd, The Lucky One, og þau þurfti að leika þar í einhverjum kynlífsenum og móðir hans horfði á þær. Ekki svolítið off. Zac Efron fór hjá sér í bíósalnum. Já, og mamma, hún var ekki stödd á settinu þegar var að taka upp. Hún var bara stödd í bíósalnum. Ég held reyndar hún hafi verið á settinu líka. Nei, hún var bara í bíósalnum. En þetta nefnilega svolítið skemmtileg bæling. Þegar menn að leika í svona kynlífsenum, þá mun fjölskyldan horfa á þetta allt saman. Hvernig svo svartur leik? Þorvaldur Davíð mætir hérna á forsýninguna með kæristuna og fjölskylduna og alla vini. Svo er hann að horfa eitthvað gæja hamra sig aftanfrá á bíósal fyrir framann 400-500 manns. Já, ég spurði hann út í þetta mitt á sín tíma og hann var ekki bara með allt þetta fólk sem heldur upp, heldur ammans og afi voru í salnum líka. Frábært. Og en hann sagði bara að allir hefði hrósað honum bara mikið fyrir myndina og ekkert verið að pæla þessi. Ég meina, þú veist, þetta bara... Heldur þetta séu svona þegjandi samkomulag, við skulum bara ekki tala um þetta atrið. Já, bara flott mynd, en við ætlum ekkert að tala um þegar það var einhver þarna gæja hamra þig. Svo er þetta bara þetta En örugglega mjög óþægilegt samt. Ég myndi ekki meika þetta, sko. Ekki fyrir svona foreldrana. Nei, ekki að láta einhvern hamra mig bara og mamma og pappi bara poppa sig upp og
Ég veit ekki. Bora Bob og Gók. En nú skulum við ekki segja meira hamra. Ok. Ekki dónaskap. Þetta ekki dónaskapur? Er það? Nei, ég að djóka. Nei, ég veit ekki. Herðu, svo ég með Cheryl Cole og will.i.am. Þau að deyta. Kjaftaði. Samkvæmt Paris Hilton. Nei. Jú. Hann veit allt. Já, ég veit ekkert. Ég kíkti bara á Paris Hilton, ég treysti honum fyrir þessu. Já. En málið að will.i.am, hann dómari í bresku útgáfu raunveruleika þáttarins The Voice. Sem að gera allt vitlaust í Bandaríkjunum, ég vissi ekkert að hann í Bretlandi. Ok, geðveikt. En hann þar að dæma og hún náttúrulega alltaf eitthvað. Cheryl Cole líka eftir henni var dömpað úr X-Factor í... Nei, ég hélt það líka og ég fletti því upp, en hún þar ekki. En hún náttúrulega bresk og hún örugglega eitthvað hangandi á svæðinu, sko. Og þau hafa... Þú sé alltaf bara eitthvað hanga baksins, bara ég ekki að vera einn. Já, í raunveruleika þáttum, raunveruleika sjúk. Dýrkar alla raunveruleika þætti. En þau allavega, samkvæmt Peris vinn okkar, Paris Hilton, eða Perra, eins og við kallum hann, þá þau að deyta. Þetta ótrúlegt. Þetta fallegt par, ég meina will.i.am, hann náttúrulega Black Eyed Peas og hún var í Girls Aloud, þau hafa meira að vera að vinna ykkur á tónlist saman. Já, geðveikt. En myndir þú þú ert tónlistarmaður og söngvari, myndir þú að vera dómar í svona raunveruleika þætti? Mér finnst svo margir vera komnir í þetta. Ég veit ekki, ég er alltaf svo stressar að þú veist, að þegar maður ánáttúrulega að segja sem manni finnst, sko. Já. Skilur? Það segir mamma mín líka. Og maður vill ekki vera dónalegur. Já. En stundum verður maður bara að vera það, sko. Einmitt. Og ef það bara jámenn í einhverjum svona dómnefndum, þá nennir enginn að horfa hvort þið þannig að ég veit ekki. Nákvæmlega, það bara jámenn, þá næri enginn árangri. En sko, og maður vill sjá, þú veist, Simon Cowell og þessu gæja bara segja þessu liði til syndana, bara heyrðu, þú átt bara aldrei að opna kjaftinn aftur. En maður myndi samt ekki vilja gera svo. Jó, ég væri til í þetta, það væri gaman, skilu. Já, þú ert með vont í þér. Já, það er bara, maður getur bara sagt, þú veist, maður lærið auðvitað sér með þessum. Já, nákvæmlega. Heyrðu, það búið að ákveða að gera að minnstakosti 3 seríur í viðbót af raunveruleika þáttunum Keeping Up with the Kardashians. Það reyndar, ég vil, sko, þessi þættir eru rosaleg, sko. Hefurðu horft á þetta? Já, eða þú veist, þú sest niður, eða þú stillir á og þetta í gangi, þá eins og það eins og hugurinn tæmist og þú límist við sjónvarpið. Já. Þú ert bara ekkert, svo bara klukkutíma seinna, þá vaknar allir bara, fokk, hvað búin að vera að gera? Já. Þá ertu búin að vera að horfa á Keeping Up with the Kardashians. Og þú ert orðin algjörlega heilaður. En sko, ég hef aldrei hort á þetta. Ég myndi kannski alveg horfa á þetta ef að ég... Þú veist, hort á það. Chris Humphries brjálar, hún byrjað að deyta Kanye West. Ekki segja, þú vitir ekki að þessu. Herðu, hvernig segir Kanye West? Kanye West. Má maður ekki segja Kanye? Er það Kanye? Ég veit ekki, ég sagði Kanye daginn og þá var einhver bara lærið að bera fram nafni hans. Ná, ég held að, ok. Ég veit ekki, sko. Ég segi Kanye West bara. Ég segi Kanye. Ég segi bara meistari West. Já, betur Chris Humphries, er það körfuboltamaður? Það körfuboltamaður, New Jersey Nets. Já, hann samt ekkert góður að nokkuð. Já, hann var orðinn óvinnstasti leikmaðurinn í NBA-deildinni eftir að hafa lent í þessu Kardashian-ævintýri, sko. Já, ég trúi því. En er Lamar Odom ennþá með hinni systrinni? Lamar Odom voru tómu tjóður, sko. Byrjaði með hinni Kardashian-systrinni, sko. Já. Byrjaði þessu þáttum. Svo bara treyta frá Lakers. Bara fótt í Dallas. Og núna síðast ég vissi að það var Mark Cuban, eigandi Dallas, að segja að sko, annarkvort myndi að fara að mæta og standa sig sem maður eða mætti bara vera heima þessir. Já, gott hjá Cuban. Ég held að fylgja ákveðin bölvun því að vera eitthvað að mixa í þessum Kardashian-systrum. Ég myndi ekki leggja það, sko. En hvað með bróðurinn, Kardashian-bróðurinn? Hvað með hann? Hvað gerir hann? Ég veit það ekki. Hann er bara ykkur kvennaveldi. Hann er bara alltaf ykkur tómutjóni. Ég held að hann sé ekkert að taka þátt í þessu rugli, sko. Nei, einmitt. En svo þurfum við náttúrulega enda slúðurpakkan á því að ræða íslenska slúður vikunar. Já. Kom í gær. Ok. Sveinn Andri á barnið. Hugsaðir? Já, barnið hennar Kristrúnar Aspar. Já. Faðirinn er Sveinn Andri. Það var gerð DNA-greining á þessu máli. Já. Og það var staðfest að hann væri faðir barnsins. Já. Hann var bara gríðarlega sáttur. Sagðist vera mjög stoltur að eiga hennan myndarlega dreng. Já, eðlilega. Fekk hann ekki nafnið Baltasar Börkur? Jú, það var allavega eitthvað BB. Já. Þú hatar það ekki. BB King. Er þetta einhver BB Prince komin? Það er eitthvað BB menning að gangi. Ég er farin að mér finnst allir heita eitthvað BB. Já. Þetta byrjaði með mér, sko. Já, þú ert upp að þessari BB menningu. Já, ég og Brjótbreki vinnum minn. Herri, þetta er gott. Við óskum þeim að sjálfsögðu til hamingju aftur í dag eins og við gerðum í gær. En næsta lag, hins vegar, er þetta, Stjörnurhöfn með Gabriel og OP. Djöfull er ánægilegt að heyra í honum aftur. Heldur betur gott íslenskt lag þar á ferð, það vita nú allir hvað þetta er núna, Stjörnurhöfn með Gabriel og OP og Valdimar Guðmundssoni. Snillíkar. Hvernig ætla að fíla þetta, Sverrir? Bara mjög vel, mér finnst þetta mjög fallegt, mjög catchy viðlag og gaman að sjá þennan rappara koma aftur upp á sjónsviðið. Já, nákvæmlega. Má ég skipta yfir í þessa rödd því að hún er mun meira sexy. Nákvæmlega. Já, við vorum að tala um hann var í þessu eina lagi með Kvarasi þarna, Mess It Up. You know me, down for whatever, I'm OP,
Það var helviti gott. Já, það var flottir, skemmtilegt myndband, kameran alltaf mjög nálægt gólfinu. Það kom fyrir 10 árum, þannig að næsta lag kemur væntanlega árið 2000. 10 ár síðan? 22 held ég. En talandi íslenska tónlistamenn, þá Jón Jónsson, vinnur okkar, að fara að vera með tónleika annað kvöld. Kjaftaði? Nei, það er ekkert kjaftaði. Og við ætlum að heyri í honum hljóðið og ringi hann. Ég er að því núna. Já, ég er mjög getur þú spurt hann út í þetta Arjóbanka-dæmi, hann er með eitthvað námskeið þar. Þú getur spurt hann sjálfur, hann verður komin hérna í símann. Má ég tala við hann eða? Já, viltu tala við hann? Ég er til. Já, þú mátt það. Hefur aldrei talað við hann áður? Ég er bara við svona skipta orðum kannski meira. Já, er ekki vinni? Jú, er flottu gæi. Þú maður á Facebook? Já. Ertu að followa hann á Twitter? Já, og Instagraminu. Ertu á þessu öllu? Djöfis lúð er ég með þér, fuck. Alright, hvernig gengur þetta friki? Veitu, nú er að hringja. Segðu eitthvað sver? Já, ég er svo spenntur að hitta hennan fjármála spekulant, Jón Jónsson. Við ætlum að ræða með tónlist, fjármál og svo er hann alltaf... Og fótbolta, ekki? Jú. Jón! Gestur. Sæll gestur, hvað segirðu? Allt fínt bara. Er það ekki? Jú. Eru þið sveittir að klára Monitorblað morgundagsins? Bjössi, þú þekkir þetta manna best. Já, ég var hann á sínum tíma. Þú varst hérna, nátt ekki eins og það sé svona langt síðan, maður. Býttu, hann er að vinna að vinnuna þegar þú varst að vinna og hann varst líka? Já, hann fetar í fótspor mín. Geðveikt. Það er svo geggjað. Hver er á forsíðun á morgun? Helgi Björns. Helgi fucking Björns? Það er enda geðveikt. Holy B. Er ekki allir sexy, eða? Ég held það. Já, ég held það. Er hann sexy á forsíðunni? Já, hann mætti hérna reyndan á mánudegi, en þú veist, hann er alveg sexy, sko. Er hann sexy á mánudögum líka? Já, virðist það. Herði Jón, já. Ég er mjög forvitinn. Þú ert að fara að halda fræðslufund fyrir ungt fólk. Er ekki löngu búin að því? Hæ? Jú, ég er aftur núna, Bjössi minn. Nú, fyrirgeðu, ertu alltaf að þessu? Hvað ert að fræða fólk um? Þeir ringdi í mig strákanir daginn, ég sagði þeim allt frá þessu, sko. Er það málið? Já, en þú getur rétt ímyndaðir. Ég er bara... Hvað ert að fræða fólk um? Bara kassagítarinn og lífið almennt? Vera brosandi og hress? Hann fræði um peninga. Já, aðalega peninga. Spilar money þegar þú labbar inn. Er það inngöngulagið? Money. Og hvað veist þú um peninga? Nú er ég alveg greitt. Jón, sko, leið mér að grípa inn í hérna. Jón náttúrulega er ekki bara tónlistarmaður og söngvari. Já. Hann er líka hagfræðingur og knattspyrnumaður. Wow. Og við vorum að ræða við hann núna að sjálfsögðu áðan að hann er ritstjóri Monitor. Jesus. Veistu ekkert að þessu Sverrir? Ég kom bara með gríðar stóra minnum átt að kenna núna. Hann talar um þetta í öllum viðtölum sem hann kemur í. Já, ok. Þess má geta að ég er líka ritstjóri. En hvað, er það ekkert búin með blaðið það? Já, ég er löngu búin með allt mitt, sko. Ég er bara býð eftir þessu stráka klári hérna það sem þeir eru að gera. Já, nákvæmlega. Er þetta algjörir amatörur hann í kringu þig? Já, nei, ég get ekki verið að segja það. Þetta eru mennin sem halda mér á lífi hérna, sko. Já, þessi menn halda lífi í mér. Ég væri ekkert á mér það. Nákvæmlega. Þú ert að spila eitthvað tónleika, ekki? Jú, á morgun, jú. Já, við erum að ringi þið út af þeim. Þetta var kannski, við rættum svolítið lengi með eitthvað allt annað, en þú ert að vera með tónleika á Rosenberg, ekki? Jú. Hvað er að gera þar? Jú. Það er gaman. Já, hvað, segðu okkur. Það er líka gaman að því ég setti þetta í status í gær og hérna strákur sem með mér í fótboltaliðinu í Boston sem heitir einmitt Aaron Rosenberg, hann lækaði, sko. Já, ok. Kjaftaði. Þetta er ekki skemmtilega. Hélt hann að ætla að vera með tónleika á honum. Sitja á öxlunum á honum og syngja. Já, hann er eitthvað ósla ringlaður. Það er ekki? Hann skrifaði confused. Nei, hérna. Ok, now I'm confused. Nei, hann skrifaði það ekki. En, jú, það er enda svolítið skemmtilegt að því að við erum í raun og er ekki búin að halda sko tónleika í fullri lengt síðan bara 1700 súrkál. Já. Eru þið svona félagar að þið talið saman? Breytist þið í 2 12 ára stelpur og... Ég veit ekki, Bjössi er einhverjum ham, sko, en jú, þetta gerist oft. Þetta gerist oft. Nei, hvenær héldu þið tónleika síðast? Það var hann að, þegar þú varst með mér í Danmörku, þannig að... Já. Það var í janúar. Það var hræðilegt. Nú, hvað var svo hræðilegt það? Ég er að tjóka. Nei, það var mjög skemmtilegt, sko. Það var mjög skemmtilegt. En það er gaman að vera loksins að fara að halda heila tónleika aftur. Það er eitthvað svo yndislegt við það að vera bara
Að spjalla og spila tónlist. Verður þetta svona ljúfunótunum hann á Rosenberg? Já, þetta verður rosalega yfirvega, sko. Þetta af því að við ætlum líka að spila nokkur ný lög og svona, þú veist, þannig að við erum ekki að koma hana til þess að bara taka bara lög sem hafa verið í útvarpinu og keyra eitthvað prógram áfram og allir eitthvað, og farnir, sko, heldur bara svona í róleitunum eitthvað, tjekki hérna þessu. Bara spila eitthvað jaðar, engin vinsælög. Já, þetta er svona tilraunapop sem við það færum. Og en svo er það gaman að segja frá því að ég er nú staddur hérna á Móndorstöðum að Einar Löfdal, blaðamaður Móndor, og viðtalskóngurinn sem að nýverið komst upp fyrir Björn Braga í flestum teknum viðtölum fyrir Móndor, þar að segja forsíðu viðtöl. Okay. Hann hitar upp fyrir John Johnson á morgun. Er hann tónlistarmaður líka? Já, hann nefnilega, það vil svo skemmtilega til að við allir þrír sem erum hérna núna á Móndórstöðum kunnum allir á gítar og það er gítar hérna. Já. Hangir hérna á veggnum, spilum oft á gítar en Himmi Gunn reyndar verður ekki með okkur á morgun en Einar sem sagt ætlar að spila, hann á nefnilega svo skemmtileg frumsamleg lög með íslenskum texta og þú veist, þetta er alveg... Er þetta rosalega lifandi vinnustæður? Ói maður, svæðilegt viðtal, þetta er svæðilegt viðtal maður. Þetta er mjög lifandi, þetta er rosalega lifandi vinnustæður og það er svo miklu, við erum svo miklu vinir, þú veist. Við erum ógstlega vel hérna. Stundum verið bara að skrifa fulli og svo bara grípi í gítarn og bresti í söng. Nákvæmlega. Æðislegt. En segðu þjóðinni hérna, hvað ætlar að gera við allir þessi nýju lög? Er plata á leiðinni? Er þjóðin að hlusta? Þjóðin er að hlusta. Herðu, planið eins og þetta er núna er að við erum að fara í hljóðver á sunnudaginn og ætlum að taka upp svona bara live. Það er að segja, þú veist, allir í einu. Sjá hvernig það kemur út. Já. Bara að því við hefum ekki gert það áður, við hann bara tekið, þú veist, eitt hljóð fyrir einu, sko. Mitt. Og ef það gengur vel, þá ætlum við að stefna að taka upp 3 lög þá og senda þá eitt í spilun bara ekkert í maí. Já. Og ef það gengur vel og þjóðin er bara eitthvað að koka þetta. Þjóðin er bara komið með meira. Já. Bara þetta er gjörsamlega geggjað. Já. Þá væri gaman að hendi plötu, þú veist, í sumar og gefa hann út í haust. Takk fyrir ítarlegt svar við þessar spurningar. Þetta var æðislegt. Já, ég er bara einhvern veginn stattur á þessum stað og þú veist, maður er búin að vera að pæla mikið í þessu og það er svona gaman að geta svona... Ef ég væri þú, þá myndi ég vanda mig meira sko og reyna að gefa hann út snemma næsta ári. Ekki haust. Af hverju? Því ég er að fara að gefa út plötu haust. Já, en þið þurfa að ná jólaflóðinu sko. Ég er enn ekki í samkeppni við Jón sko. Þetta er ekki samkeppni. Þetta er samvinna. Þetta er algjör samvinna. Já, erum við að fara að gegga saman og... Já, ok. Þið eruð ekki staðkvæmdarvörur sko. Ég veit ekki hvað staðkvæmt þýðir. Pepsi og Coke. Þeir eru ekki Pepsi og Coke, heldur vinnið saman, þeir eru Coke og Pop. Einmitt, nákvæmlega. Þetta veit Jón, að hann er lærður hagfræðingur. Þú veist, þú ert lærður viðskiptafræðingur, ekki Björn. Hætti þessu strákar í alvörunni, þeir eru ógeðslegir. Herru Jón, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og gangi þér vel með allt sem þú ert að gera. Herru, ég verður bara að segja sömuleiðis, það er alveg yndislegt að hlusta á hvort það er FM95 Blöð eða FM95 Bjö. Já. Og þetta gefur manni virkilega mikið og það er bara ánægilegt að svona heilbrigðir strákar eins og þið séu að skemmta þjóðinni. Einmitt, takk fyrir það. Þetta heitir reyndar FM95 Sve í dag. Já. En örstuð, hvenær byrja tónleikarnir annað kvöld? Elgurinn, eins og hann gjarnan nefndur, hann stígur á sviðið klukkan 9:30. Já. Heyrðu, glæsilegt. Þá hvetjum við fólk til að koma mæta á Rosenberg. Við þökkum þér fyrir þetta, Jón. Já, takk fyrir plöggið þínir. Það var lítið, ok. Ok, stay cool. Sömuleiðis, bless. Stay cool, bye. Heyrðu, það var alltaf gaman að... Hann er ekkert með stutt svör, þessi maður. Nei, við erum sko konur langt framur, þannig að við þurfum að henda í smá skilaboð hérna. Dekkjadagar á FM í samstarfi við Dekkjahöllina. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustundum upp á umfölgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Heiðar Austmann mun draga út vinningar alla virkadaga í apríl og í lok hverja viku fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn. Dekkjahöllin hefur opnað nýja og glæsilega þjónustustöð í Skútuvegi 12. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni og nú einnig í Skútuvegi 12. Skráningarhafinn á heimasíðu FM. FM 957 og Dekkjahöllin, það er vor í loftinu.
Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Átt þú 7 til 9 ára fótboltasnilling sem langar að leiða leikmanninn á völlin fyrir úrslitaleikin í meistaradeildinni? Ef þú notar Mastercard frá kreditkorti, skráðu þá snillingin til leiks á kreditkort.is. Kreditkort. Viltu slá þig í kaffitímanum? Vísir kynnir samstarfi Datamarket. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíktu á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Viltu svara kalli atvinnulífsins? Iðnaðar tæknifræði blandar saman tæknigreinum og viðskiptafræði og veitir þér forskot á vinnumarkaði. Háskólinn í Reykjavík. We are at war. Marvel og Arion banki kynna. The Avengers, Iron Man, Thor, Captain America og Hulk eru mættir í stærstu ofurhetjumynd allra tíma. Mynd sem þú mátt ekki missa. And there's me. The Avengers, frumsýnd 27. apríl í Þrívídd. Mistir það þínum uppáhaldsþætti? Horfðu á hann þegar þér hentar með Stöð 2 netfrelsi. Þú skráir þig einfaldlega inn á stöð2.is og byrjar að horfa. Stöð 2 netfrelsi. Stöð 2 hvar sem er. Já, ég með. Ég kom ekki. Nei, já! Klassi. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Nú getur þú keypt allt í Sagasjop borð í vélum Icelandair fyrir vildarpunkta. Enn öflugri fríðindi með Sagaclub. Njóttu þess. Icelandair. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Gretia. Lakkerol slettir úr körlunum. FM 95 Blö á FM 95. Pitbull, yeah, motherfucker. Tjóðlega var þetta gott hjá þér. Þetta var já, þeir eru að hlusta á FM 95 Bjö með Bjarni Braga. Hjá mér Sverrir Bergmann, gestastjórnandi dagsins. Og við erum konum með góðan gest. Já, núna æsist ég allur upp. Nú æsast leikar. Já, hann mættur sjálfur Ólafur Þór Jóelsson. Já. Game TV bróðir minn. Já, your Game TV brother. Yeah. Brother from another mother. Velkomin, Ólafur. Takk kjærlega. Nú FM 95 Blö, og hann varð fyrst FM 95 Bjö, en nú hann orðinn að Game TV. Já. FM Game TV. FM Game TV. Game FM. Og ég veit að þjóðin ánægð með það. Já. Hvað strákar, þið voruð að klára ykkar 70. þáttanir. Já. Það er bara við og nágrannar held ég flesta þættir. I Love Lucy og Game TV. Við erum elst íslenski þátturum held ég bara, sem til er. Já. En það er eiginlega fer vel að við séum hér sko, því að þetta byrjaði allt í útvarpi sko. Var það? Já. Hvernig sérðu fyrir þér tölvuleikja þátt í útvarpi? Já, ég spyr. Þetta var mjög sérstakt. Það var Óli sérst að bladra tölvuleiki. Já. Einn upp á RÚV. Já. Í dimmu herbergi. Á RÚV? Já, Rástvö. Ok. Já. Það er ekki RÚV? Já, þú veist, ég var ekki að spyrja þannig sko, ég var bara að meina, ég vissi ekki að þeir hefur verið með tölvuleika þátt. Nei. En það var ég lent í aðkasti, Óli H. Þórðar, umferðarráð og allir brjálæðir. Þegar var að lýsa eitthvað, keiri við menn og svona. Sunnudagi klukkan. Nú svo keyrir maður bara yfir menn og þetta er stórkostlegu leikur og yfir í næsta leik. Óli H. bara brjálaði bara með risun hakkahárun og honum heima bara í stofu. Svo var þetta sjónvarpsþætti bara, hvað var þetta fyrsta, eða svona eitt af fyrstu sísón, af fyrstu árunum hjá Skjá einum, eða hvað? Nei, þetta byrjaði á Popsi, sko. Nei. Það var Óli einn bara, hann þótti bara með alveg ólíkindum hæfileikaríkur þegar hann gætt talað á þess að vera með prompter. Já. Ég man að tæknimennir og Stöð 2 var að tala á þessu einn tíma. Já. Ótrúlega gæði, maður notar ekki prompter. Hvaða vélmenn er þetta? Þetta er rósætt.
Nákvæmlega. Hvernig komst þú svo inn í þessu? Herðu, ég spurði Óla hvort hann ætti ekki að gera Gamecube-leiki handa mér. Já. Hann kom daginn eftir með 7 Gamecube-leiki og spurði hvort ég vildi ekki bara vera með í þættinum. Já, en ég hugsaði þetta reyndar öðru, sko. Ég hef búin að vera einn að nördast í þessu og er náttúrulega mjög svona nördalegri parturinn ég, það er ekkert umflúið af þessu tvíegi. Ert þú Garth og hann er Wayne? Já, eiginlega. Svo hafði ég náttúrulega heyrt af honum, þú veist, hann var alveg, þú veist, það var alla konur trillar í hann og hann var kallaður refsarinn og allt brjálað, sko. En ég reyndar skildi það aldrei, hann var aldrei að lemja mig eða aðra sem ég hef séð, sko, en hérna, þannig ég ákvað bara að fá hann með inn, sko, til að svona keyra hans upp stemmingun í þættinum og lúkið á þættinum. Fáum refsarinn inn í þáttinn. Já, fá refsarinn í þáttinn og hérna, en það er skemmst að við segja, svona fyrstu áhorfstölu eftir að hann kom inn, svona mánuð eftir að hann byrjaði, þá hækkuðum við heil 3% á einum stað og það var hjá kallmönnum milli 60 og 80 ára. Er þetta rétt? Þetta er rétt, sko. Hárrétt. Sækir fylgið þitt mest til eldri borgara? Þeir hafa alveg, þeir hafa verið að flýsja höfnúkinu yfir refsaranum. Bara rjál. Ég sé bara elli heimili, bara grönd nötraði bara. Það finnst mér mjög athyglisvert. Er gamla fólki að spila töluleiki líka? Nei, ég held ekki. Nei, ég veit það ekki. En sko, ég hef oft velti fyrir mér. Ég er sjálf, ég held ég sé svona nokkuð, ég er ekkert mikill tölvuleikjamaður, en ég detti einn og einn leik. Og Tetris-lúði. Tetris-lúði, gamall. Tetris-fíkill, vil ég minna, þetta er sjúkdómur. Og þú veist, svo tek ég eitthvað svona FIFA eða eitthvað svona fótboltaleik. Og ég er alveg bara í marga mánuði, jafnvel ár í sama leiknum. Þú veist, eru þið bara að taka nýjan leik í hverju viku, bara klára hann og þá er hann bara búinn og bara eins og annað fólk horfir á D.O.T.-mynd. Já, það er náttúrulega, þannig er vinnan okkar, sko. Já, það er bara Takk fyrir gott og ítalegt svar. Ég er ekki Jón Jónsson, sko. Nei, þetta er þannig, já, þetta er bara, þetta er svona færiband að vinna, maður fær leik, bara klára, næsti, þetta er bara þannig. Maður getur aldrei notið þess eitthvað. Nei, ég sakna þess, þegar maður fór út í búð og valdi sér eitt leik og maður sá fyrir sér, sko, margar stundir þarna og nostraði við einn góðan leik, sko. Já, ég man eftir að hafa farið í Hljómkó í Skeifunni þegar ég var svona 7-8 ára til þess að kaupa einhverja Nintendo-leiki, sko. Það var geðveikt. Það var svona ákveðin kósí, nostalgía. Það var svona ævintýraland fyrir mig þegar ég kom suður, sko. Það var alltaf heim á Króknum, kom suður, þá gæti maður farið í Hljómkó og prófa Street Fighter á Super Nintendo. Já, ég get ekki myndið mér að það hafi verið góð tölvuleiki að búið á Króknum. Já, ég man ekki alveg hvað hann hét. Það hefði orðið ykkur, hefði ekki verið, þú veist, fútbolmanager og sér leikir á Króknum. Það hefði bara... En sko, eru þið orðnir bara ógeðislega góðir í tölvuleikjum? Fáðu bara nýjan leik og bara, heyrðu, já, ég tek þetta, bara... Nei, við tala fyrir mig, sko, nei, þetta er ekkert hjálpað. Við verðum aldrei góður í einu leikjum, því við náum aldrei að hangið þeim, sko. Nei, er þetta hæfileikar sem að nýtast ykkur í einhverju í lífinu? Þetta heldur heilanum við, sko, þetta er alltaf sífellt að nýta hann. Nei, ok. Þetta er þó reglulega út, nei, þetta er ekkert að gera fyrir mig, sko. Þetta er bara svona stundagaman. Já. Eiginlega þannig, já, ég held það. Herðu, við ætlum að halda áfram með Óla og Sverri, náttúrulega þú verður hérna allan þáttinn. Já. Halda áfram með Óla hérna rétt á eftir, en fyrst þetta. Held ég nú alvöru tónlist hérna í FM 95 Bjö, þetta eru Pixies með lagið Where is my mind. Gestastjórnandi dagsins er Sverrir Bergman og hjá okkur er Ólafur Þór Jóelsson. Ég veit alveg hvað hann heitir, sko. Ólafur Þór Jóelsson. His brother from another mother. His brother from a mother. Úr Game TV. Strákar, segir mér, þegar þeir sko eru búin að vinna svona lengi saman, eru þið góðir vinnir eða hatið þið hvern annan einst inni? Ég vil meina að þetta er skilyrðislaus ást. Þetta er 20 season, eða ekki? Já. Pældi því. En hangið saman utan vinnu? Já. Já, ef við kynum það. Það dettur af og til inn, en ekki mikið. Nei, ekki mikið. Þegar við kvílum okkur svona líka. Já. Í hliði. Við meðum ekki að fá svona hang og mikið viðbjóð á okkur öðrum, sko, ef við ætlum að vera að vinna saman, sko. Nei, en vinnan ykkar er leikur. Það er ekki djú. Já, ég get ekki svarað þessu. Ég veit ekki hvað myndi með þessu. Nei, þetta er bara frábært. Nei, einmitt. En sko, má maður spila tölvuleiki alla ævi ef maður aldrei er orðinn gamall? Nei, ég vil meina það. Þetta, sko, þetta er að létta nokkuð undir hjá maður þegar maður er actually orðinn mjög gamall, sko. Já, það er samt kannski gott að vera nýraður að spila fútbolmanager. Úrslita leikur, maður, þú bara mættir í döggátið, maður, og þú veist, hjartárið veikt, ég veit hvað ætlar að gera því. Já, þú verður að passa, ég held að það er svona læknis, þú verður örugglega að fá resept fyrir fútbolmanager þegar þú verður gamall. Mögulega samt sko er þetta svona ákveðin iðjuþjálfun í þessu, þú veist, maður fær kannski ekki einhverja gikt eða beinkrum, en maður er alltaf að nota fingurna á fjárstýringunni, sko. Já, og þú er eitthvað til að hlaka til og svona, og gaman, og þú veist,
Þetta svona, ég held að, þú veist, ég get ímyndið mér að LAN verði rosalegt eftir svona 50 ár, þegar allir eru, þú veist, það ekkert leiðilt að fara nú elliheimili, það allir bara að lana allt skjálftaliðið bara komið bara, þú veist, orðið áttrætt og bara lana sig í döðlur. Já, róli, þetta verður samt ekki, þú veist, svona hratt og skemmtilegt eins og í dag, þú veist, maður strax svona að finna, þú veist, maður er að vera fertugur og ég er bara, þú veist, ég er bara fallbyssu fóður fyrir einhverja 13 ára bólugrafna úlinga hérna. Ég er rétt dettin í leik og það er búið að drepa mig 10 sinni bara á. Það verður bara svona aldurstak. Elleifili, það verður það að menn verða að heilsast fyrst og eitthvað svona sælega og svo skotið og... Eru úlingarnir betri en þið í leikjum? Já, miklu betri, sko. Já, ég held að komið hann inn á, sko, því að þeir náttúrulega eru, sko, gæið sem er að spila Call of Duty kannski, segjum svona 100 tíma yfir 1 mánuð. Hann er náttúrulega tölvist betri en gæðin sem að það bara klára hann og renni í gegnum leikinn og... Ef þú spilar 100 tíma á mánuði, þá er það jafngildið þess að vera í 60% starfi í Call of Duty. Já, það er bara mjög eðlilegt fyrir 13 ára úling í dag. Ánsjóks. Og svo hlæja þessi kvikindi svo hýjenur þegar þeir skjóta mann í bakið. Þetta er rosalegt. Vá, hvað ég til það rauðmyndi. Já, þetta er alveg ömurlegt. Það er svona. En, Óli, þú ert Tottenham-maður, eins og ég. Já. Það er ekki gaman að vera Tottenham-maður þessa dagana. Nei, það var mjög gaman. Það var mjög gaman. Hvað gerðist? Á ég segja hvað gerðist? Já. Þeir fóru að tala að Harry Redknapp ætti að vera þjálfari enska landsliðsins og þá fór allt niður á við. Ég veit ekki hvort það er bein tenging þar á milli, en það var allavega tímasendingin. Það var ekki gerð síðan. Nei, ekki gerð síðan. Nei, Tottenham var bara í title challenge, þeir voru bara að berjast titilinn. Þannig séð, þeir voru að skammt á eftir mannsliðsliðunum og nú eru þeir bara að berjast fyrir því að ná 4. sæti til þess að komast í meistaradeildina og meira þess að ef þeir ná 4. sæti, ef að Chelsea er að fara að vinna þennan úrslitaleik, þá komast þeir ekki í meistaradeildina því að þá tekur Chelsea sætið því að Chelsea er í 5. sæti. Þetta er alveg, þú veist, á hverju byrjaði þú að halda með þessu liði? Þeir hafa ekki unni neitt, sko, merkilegt síðan ég hef verið á lífi, sko. Nei, ég veit ekki, þetta er bölvun og bless. Þetta er svo að halda með Holtzveiki eða eitthvað. Nei, ég myndir nú ekki taka svo djúpt í ára. Nei, ég meina, þetta er bara búið að baka manni, þú veist, neikvæðni og vesen bara í gennum tíðina, sko. Já, menn vilja meina að Tottenham sé erfiðasta liði til þess að halda með, þú veist, það er náttúrulega fullt af lélegri liðum, en sko, Tottenham, menn, við höldum alltaf að það sé allt alveg að fara að gerast. Er það ekki svolítið Liverpool líka? Jú, það er enda mjög erfitt að halda með Liverpool, get ég myndað mér. En Sverrir, þú heldur með Leeds? Ég held með Leeds, það er stittra síðan að Leeds vann ensku deildina heldur en bæði Liverpool og Tottenham. Það er rétt. Já. Og hérna, en þeir eru núna í League One, sem sé-deildin. Já, við erum bara býð eftir, sko, við máttum ekki koma og fljóta upp í efstu deild, þá þurftum við að borga ákveðna sekt. Er ég að ruglast? Eru þeir í Championship eða? Þeir eru í næst efstu deild, ég veit ekki. Championship. Þannig að við erum að býða, sko, og það rennur út held í núna í ár. Einhver sekt. Já, þannig og næsta ári megum við komið upp aðeins að vera að borga þess að sagt, skils mér. Næsta ári megum við komið upp. Veitu hvað? En það var eitthvað svona tímatakmörk að við myndum fara upp í úrvalsdeildina núna, þá varst að borga eitthvað sekt. Af því að, sko, fór á hausinn og mátti ekki vera að koma nóg fljótt upp eitthvað. Þetta eru skrýtnar reglur. Ég kannski bara talaði um raskatið á mig, sko, en ég heyrði þetta eitthvað starf. Já, ok. Þannig að næsta ár, þá komum við upp. En ertu eitthvað, sko, ég veit úr mikil NBA körfubolta aðdáandi, en er ekki bara, þú veist, fótboltinn svolítið dauður fyrir þér þegar liðinu gengur svona illa? Jú, það er bara Leeds fell og ég fór að horfa á NBA. Já, nákvæmlega, og hverju fylgir þau í NBA? Indiana Pacers, maður. Já, Reggie Miller. Ungt og spennandi, já. Er Reggie Miller ennþá að spila? Nei, hann er komin í sjónvarpið bara. Já. En hann er einmitt ástæðin fyrir að byrja að halda með þeim, sko. Nú, já. En svona áður en við kveðjum Óla, er meira Game TV framöndan? Deyr Game TV einhvern tímann? Nei, ég held ekki. Sérst, nei við því að Game TV deyr einhvern tímann? Já, ef ég svara fyrir spurningun. Nei, hérna, fyrir spurningun, ég reikna með að við komum aftur í haust. Já. Hvort það deyr ekkert, en við deyjum allavega, en þátturinn lifir áfram. Ég fæk bara í maga. Mjög gott, ég þarf að byrja að horfa á þetta, því ég er búinn að spila FIFA núna í svona 10 ár. Já. Og Tetris og engan annan leik, ég þarf að fara að uppfæra mig. Já. Herðu Óli, það var helviti gaman að fá þig og ég er mjög sérstaklega þakkláttur fyrir að fá að vita að Sverrir gengur undir viðnefninu Refsarinn. Þetta er alveg nýtt fyrir mér. Þetta varð að koma fram. Já. Þetta þurfti að koma fram. Já. Takk fyrir þetta. Magasín, virkamótna klukkan 7. En líka ef þú ætlar að byrja almennilega afsökunar, þá þarfst að refsa sjálfum þér. Hvernig? Ég vissi að þú myndi fara eitthvað alltaf það. Strákar. En hvernig á maður að refsa sér? Svona bara... Já, ég skal sýna það. Hvernig myndir þú Þetta lagi er að byrja á sem hægt að þessu. Alla virkamótna á FM 957. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn.
Ein af ástæðum þess að Dominos mest selda pizza á Íslandi svo að viðskiptavinir Dominos treysta því að allt hráefni í öllum pizzum Dominos fyrsta flokks og umfram allt ferskt. Dominos býður upp á meiri gæði. Dominos 58-12345. Hraðir peningar. Hraðpeningar.is. Toppaðu bátinn með nýju bragði. Bananapipar. Subway. Alltaf fest. Í 50 ár hafa Íslendingar notað Sennheiser heyrnatól til að heyra hinn sanna tón. Þú heyrir hann í Paff á Grensásvegi. Það magnaður miðvikudagur og þú getur séð Game of Thrones, einhverja stórkostlegustu sjónvarstætti síðari ára og allt hitt efnið á Stöð 2 frelsi án endurgjalds í sjónvarpi Símans. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Fylgstu með úrslitakeppninni í N1 deildinni á Vísi. Umfjöllun og viðtöl við leikmenn og þjálfara liðana strax eftir leik. Fylgstu með í íþróttum og í sjónvarpinu á Vísi. Lífið kemur fyrir allar helgar. Lestu jákvæðar og skemmtilegar fréttir af fólki og fylgstu með partíum og viðburðum vikunar. Lestu lífið í fréttablaðinu á föstudögum og daglega á Vísi. Lífið fyrir þig. English Pub. Minnum á leikina í meistaradeildinni í kvöld. Allir leikir sýndir á HT Risaskjám. English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Já. Þetta skera. Óðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. FM 95 Bjö, hérna á þessum fallega miðvikudegi. Hjá mér Sverrir Bergmann. Það mikill heiður að fá að vera með þér hérna, Björn to be wild. Það mikill heiður að hafa þig hér. Þakka fyrir. En það komið að ansi skemmtilegum lið hjá okkur. Eða ansi skemmtilegu, sem við ætlum að gera núna. Þetta var nú auglýst eitthvað, en við ætlum að gefa iPad frá epli.is. Og þetta einhver nýr iPad með stórkostlegum retína skjá, 5MP iSight myndavél, ofur hraðri þráðlausri tækni og ég veit ekki hvað og hvað. Ég elska að hlusta á menn sem veit ekki jack shit tækni, tala eitthvað svona. Það æðislegt. En ég sé það alveg í þessum orðum að þetta alvöru græja. Já, það sérst búið að laga þess vélina. Þessast myndavélina, hún komin í 5 megapixla, það sem MP stendur fyrir. Þú getur ekki röntgenmyndi núna? Nei. Það rámt, en allt í lagi. Retína skjárin, þá eru, ég veit ekki hvað maður segir, það svona pixladæmi eitthvað sem að auga bara gesilega nemur ekki. Þannig að upplöstin komin í 2048 sinnum 1536, sem meira en hátíð upplöst, 1080p, ef menn veit að hvað það Ok, þú eru alltaf flókið tæknimál. Þetta allavega geggjaður iPad. Já, þessi skjárin rosalóður. Já, við ætlum að gefa einhverjum hlustanda núna og með þessum iPad fylgja Libertone hátalarar. Já. Sem að kosta eitthvað ógeðslega mikið. Libertone. Og þetta skilst mér pakki upp á hátt í 300.000 krónur. Já. Númerið hjá okkur 511-0957. 511-0957 og við ætlum bara að fá einhvern hlustanda og láta hann kannski svara einhverju spurningar, ekki? Jú, ekki. Tjekkum á hvort það einhver á línunni. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hver þar með leyfi? Kjartan veit ég. Blessaður Kjartan. Við erum að gefa þennan glæsilega iPad og þú þarft nú ekki að gera mikið annað en að svara laufléttri spurningu. Ok, minnustulega. Tilbúin í hana? Já. Það einfaldlega. Hvað heitir stofnandi Apple tölvufyrirtækisins sem lést í fyrra? Stofnandi Apple? Stofnandi Apple, já. Þetta eitthvað sem maður á að vita? Er það ekki Sverrir? Þetta eitthvað sem ég búin að vita allan í svona 15 ár. Já, þetta nú maður sem hefur verið mjög mikið í fréttum og lést í fyrra og þá svona mitt kannski, já. Ég bara... Það var nú mikið í fréttum. Aldrei heyrst eitthvað eitthvað stofnandi Apple, ég veit ekki, ekki bara Bill Gates, hann ekki alltaf í tölvunum eitthvað? Sverrir, hvað segir þú þessum? Þetta bara ekki rétt, ég veit það ekki. Nei, þetta er nú ekki rétt, hvað Ég hef aldrei heyrst eitthvað sérstaklega stofnandi Apple, bara með þetta iPhone og allt það, sko. Þetta er bara forstjóri fyrirtækisins? Gallabuxur,
Ég held að þetta væri nú frekar svona common knowledge. Já, Hvað er þetta að gera, Kjartan? Ég er bara í prófum, sko. Og hvað er þetta að læra? Ég er í verkfræði í Háskóla Íslands. Hvernig getur þú verið í verkfræði og aldrei hafa heyrt þennan mann? Ég skil ekki okkur ætlast þess að fólk viti hvað þetta er. Ég hef bara aldrei heyrt þetta áður. Þetta var mikið heimur fór á hliðina. Bill Gates er að hann er svo ríkur og búinn að vera í tölvubransunum, sko. Já, heyrðu, hérna, því miður, við ætlum að taka þá annan hlustanda. Takk fyrir þetta. Hann er það ekki? Nei, því miður. Ok, já, takk, bless. Annan hlustanda. Heyrðu, við erum að taka annan. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn, hver er þar? Jóhanna, heiti ég. Hæ, Jóhanna, hvað ert þú að gera þessum fallega degi? Ég er bara í Kringlunni. Kringlunni? Og hvernig ert það að hlusta á FM í Kringlunni? Bara mjög gaman. Eru þið að gefa iPad? Hvernig ert það að hlusta á FM? Er það að spila þetta inn í einhverju búð? Já. Já, gott að vita því. Herðu, jú, við erum að gefa iPad, heldur betur. Hérna, þú þarft ekki að gera annað en að svara þessari einföldu spurningu sem að hann Kjartan klikkaði á áðan. Ok. Og það er... Er hún erfið? Nei, við teljum allavega hún sé auðveld, já, við töldum það áður en við heyrðum í síðasta hlustanda. Það er bara einfallega hvað heitir stofnandi Apple fyrirtækisins og forstjóri sem að lést í fyrra. Apple? Já, Apple fyrirtæki sem að gera iPadin. Hvað heitir stofnandi fyrirtækisins? Þetta er maður sem var mikið í fréttum í fyrra. Frá hvað land er hann? Hann er bandarískur. Bara... Þarf ég að svara þessu til að fá iPadin? Já, við erum að hafa þetta svona smá spurninguleika, en þetta nú... Er þetta ekki common knowledge, Sverrir? Ég held að við þetta bara, eins og ég segi, ég er bara ekki að fatta þetta, sko. Jó, þú veist þetta. Þetta er sköllóttur maður, alltaf í rúlukraból og buxum, dó í fyrra og kom út ævisaga sem að... Já, bók sem að mókseldist og bara heimurinn fór á hlýðina, ég bara... Bara eitthvað John eða eitthvað? John, því miður. Herðu, það er ekki rétt, við ætlum þá að tjekka á öðrum hlustanda. FM, góðan dag. Jú, blessaður. Já, sælvinur, þú hlýtur að vera með þetta. Ég er með þetta. Ok. Er ekki bara að spyrja bara stofnandi Apple bara? Jú. Er það Steve Gates? Hæ? Steve Gates? Já. Nei, nei. Þú ert heitur, hann ekki alveg? Hjálp mér með þess með þetta? Já. Steve... En hann... Bill Gates. Nei, við erum að spyrja stofnanda Apple, sérst, forstjóra og stofnanda Apple sem að lést í fyrra. Já, ég er búinn að lesa bókina, hann er alltaf, hann er rúlukrabólstýpan hérna. Já, nákvæmlega sá maður. Já, og hvert er svarið? Er það stríðað með Bill Gates? Bill Gates er óvinnur hans, sko. Nei, þeir voru vinur í restina, sko. Já, ég er svona keppinautur hans. Já, þetta er vinur hans. Já, óvinnur, keppinautur. Þið veitir samt að hann kannski ekki að vinna þetta lengur en hann stofnaði þetta, Bill Gates. Já, sérst, stofnandi Apple er látin, hann dó í fyrra. Bill Gates er hjá Microsoft. Já. Ok. Þú varst heitur hann í byrjun, sko? Já. Ekkert? Ég er alveg viss með Bill Gates, sko. Það er bara því miður ekki rétt. Herru, við ætlum að prófa annan, takk fyrir þetta. Ég hef ekki bara hætta þessu, í alvörinni, þetta er bara kjálega, sko. Sko, tökum einn og höfum einhverja einfaldari spurningu. Því að við þurfum að koma þessum iPad út, sko. Þetta er greinlega ekki eins svona algengt að fólk viti þetta og við heldum með hvaða. Nei, hann er greinlega glemdu kallinn, ég veit ekki, fljótt kannski. Já, þetta er svo gleitt. Herru, fáum annan hlustanda. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Jó, góðan daginn. Herðu, Eitt ferskur, ég hef trúið þessum. Eitt ferskur komin á línna. Hver er þar með leiði? Jói, þetta er ég. Sæll, Jói, hvað er verið að gera? Maður er bara að vinna, maður er ekkert minna. Nákvæmlega. Það er bara fóstbræðar að vera vitni fóstbræðar hérna. Herðu, við ætlum bara að hafa þetta mjög simpul núna því að við ætlum að koma þessum iPad út. Það er einfallega bara hver framleiðir iPad. Hvaða fyrirtæki sem sagt? Framleiðir iPad, það er Macintosh, þarna? Nei, sem sagt, við erum búin að segja þetta nafn núna nokkru sinnum, sko. Ok. Varst að hlusta á þann? Já, eitthvað. Við erum bara að spyrja fyrirtæki sem framleiðir iPad.
Ok, gefum honum vísbendingu. Þetta sem sagt heiti á ávexti. Heiti, já, orans. Það orans. Ný, ekki alveg. Herru, ég því miður. Býtu, gef mér smá býtu. Þetta heiti á ávexti. Þetta eitt frægasta fyrirtæki í heimi sem að framleiðir iPad, sem að núna til vinnings ef að þú getur svarað þessu. Nei, ég veit ekki, ég er ekki með þetta. Ég er ekki með þetta í dag. Ekki með þetta í dag? Ég er ekki með þetta í dag. Herru, takk fyrir þetta. Herru, ég er aðeins að missa trúna á fólki í þessa lands. Þetta er náttúrulega maður sem við erum búin að tala um að sjálfsögðu Steve Jobs. Já, þeir voru reynda 3 sem stofnaði Apple fyrirtækið. Já, en við vorum náttúrulega bara að leita að Steve Jobs. Já, en við höfum náttúrulega gefið hitt ef einhver komið með Ronald Wayne eða Steve Wozniak, sko. Já, ég vissi það nú ekki einu sinni, sko. Og fyrirtækið er að sjálfsögðu Apple, ekki Orange. Nei, þeir hétur reynda Macintosh einu sinni. Já. Þannig að Apple Macintosh. Hefur vilja gefa rétt fyrir Macintosh? Nei, þetta er það Apple Basic, skilur. Já, ég veit ekki með þetta. Er ég fáið þetta að vilja ekki gefa fyrir... Hvað? Nei. Herru, fáum lag. 957 með ykkur. Þetta gekk ekki alveg nógu vel með iPadin á hann, en við ætlum að reyna aftur á morgun væntanlega. En Sverrir, við vorum að ræða Facebook. Herri, ég er búin að vera svolítið að spá. Mér finnst þetta svolítið undarlegt. Ég veit ekki að sé alveg út í bláinn, en það er eitthvað svona kergja í gangi í þjóðfélaginu. Já. Nú er Facebook bara orðið hluti af þjóðfélaginu, það er bara þannig. Er það ekki? Facebook er orðið þannig að það er rætt ykkur einasta þætti af FNÍ blöðu. Pældi því? Já. Djöfull er það steikt maður. Herru, það er þetta timeline. Já. Fólk virðist hata timeline. Já. Það er fólk sem er ekki byrjað á því. Já, ég er ekki byrjað á timeline. Af hverju ekki? Ég hræðist timeline. Hvað ert að hræðast á timeline? Breytingar. Þetta er eitthvað breytingar þannig séð. Nei. Fólk mjög fyndið, fólk virðist ekki skilja það segir að síðan verði eitthvað svo astnaleg. Já. Það fattar ekki hvernig þetta er sett upp. En ef þú spáir í nafninu, timeline, tímalína, og ef fólk horfir bara á þetta, þá er svona lín eftir miðjunni og svona punktur í línunni, það er tímalínan. Ok, það sem ég skil ekki alveg. Mér finnst þetta vera svo random eitthvað vinstra og hægri. Já, málið er að það er svona punktur og svo kemur út úr punktunum það sem er og þá er þetta allir réttir í tímaröð. Þetta er mjög basic. Ok. Sko... Hæ? Er þetta eina það? Hæ? Sem ég skildi ekki. Já, nú ætlum ég að fá með timeline. Er það ekki? Nei, ég held að þetta væri þannig að það ættu allir að skipta yfir í timeline. Það er búið að vera eitthvað sögursaklir það bara eftir einhvern ákveðin tíma. Já. Þá bara verða allir í timeline. Og þetta er bara eitthvað dagsregning sem bara hangir yfir fólki eins og eitthvað vofa, sko. Já. Kannski er þetta rétt, ég veit það ekki. Einmitt, ég óttast þetta. Er það? Nei, mér finnst líka, ég er að skoða Facebookið þitt fyrir fram mig, þú ert með eitthvað rosalega header svona og eitthvað svona, ég er ekki með svoleiðis, ég er ekki með timeline. Nei, ég veit. Og ámar að skipta yfir þetta. Header er reyndi, ég skil ekki alveg hvað meina header, þú veist, þetta er alveg... Flott að vera með góðan header. En ég sé líka að þú átt 3100 vini. Já. Hvenær kynntistu öllu þessu fólki? Bara maður hittir fólk á förnum vegi, sko. Og þekkir alla annað, veit þú? Já, maður hefur verið að heilsa þessu liði og... Nei, ég þekkir kannski ekki alveg alla, en svona. Já, þekkir nokkra. Já, maður ekki að vera ef ykkur villur að vinuðin og maður ekki að taka honum opnum örmum. Traustur vinur getur gert kraftaverk. Það er bara þannig. Já. En ertu Facebook-fíkill? Þú ert tölvuleikja-fíkill? Ég er, já. Ertu mikið á Facebook? Já, full mikið, sko. Mér finnst, maður þarf eiginlega, það tekur full mikið tíma frá heilanum, sko. Já, hvað ertu að gera svona mest á Facebook? Bara ekki neitt. Nei, bara skrolla í gegn og eitthvað. Já, þetta er bara svona heila döðstími. Býð eftir einhverju sem veist í hvað er. Er mikið að vera að bóka þig? Nei, ekki mikið. Svolítið samt. Dettur inn. Já. Síðast bókaði mig eitthvað gaur, ég veit ekki alveg, hvað þýðir þetta bók? Er þetta bara seðlinir? Ég veit ekki alveg hvað það þýðir, sko. Af því að ég fengi bók frá bara alls konar fólki, sko, sem að og sumt er alveg augljóslega ekki með eitthvað svona, kynferðislegt eða eitthvað þannig í huga, sko. Þannig að ég bara veit, er þetta ekki bara svolítið verið að poti í einhvern gaur og segja bara, já, seðlinir. Er þetta ekki bara það? Ég var að kíkja þig, seðlinir. Já, ég veit það. Nei, er það? Bara kasta kveðið, ég veit það ekki. Hefur þú bókað einhvern? Já. Já. Konu? Já. Ok, herri, ég veit, það er rættur núna, herri, við ætlum að halda áfram hérna rétt á eftir, þá koma til okkar drengir sem er að keppa í úrslitum Morfís sem eru annað kvöld, en fyrst þetta.
Dekkjadagar á FM í samstarfi við Dekkjahöllina. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfölgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Heiðar Austmann mun draga út vinningar alla virkadaga í apríl og í lok hverja viku fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn. Dekkjahöllin hefur opnað nýja og glæsilega þjónustustöð í Skútuvegi 12. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni og nú einnig í Skútuvegi 12. Skráningar hafin á heimasíðu FM. FM 957 og Dekkjahöllin, það vor í loftinu. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugg. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gæti nættir í 5.000 kr. inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Fáðu smálán hratt og örugglega akkurat núna. Hraðpenningar.is. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíktu á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Viltu svara kalli atvinnulífsins? Rekstrarverkfræði kennir þér að nota verkfræðilegar aðferðir við rekstur og stjórnun og veitir þér forskot á vinnumarkaði. Háskólinn í Reykjavík. We are at war. Marvel og Arion banki kynna. The Avengers, Iron Man, Thor, Captain America og Hulk eru mættir í stærstu ofurhetjumynd allra tíma. Mynd sem þú mátt ekki missa. And there's me. The Avengers, frumsýnd 27. apríl í Þrívídd. Nú getur þú keypt allt í Sagasjop borð í vélum Icelandair fyrir vildarpunkta. Enn öflugri fríðindi með Sagaclub. Njóttu þess. Icelandair. Heil umferð í enska boltanum helgina. Manchester United Manchester City á mánudag og spennandi lokasprettur í maí sem þú verður að sjá. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins 4. apríl með maíáskrift. Skelltu núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512 5100. Stöð 2 Sport. Enski boltinn. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kretia, láttu það eftir þér. Peppers í FM 95 Bjö, þetta var lagið Scar Tissue. Björn Bragi að stýra þættinum og hann að fokka þessu upp. Byrðu? Þú ert alltaf í góðu stuðu, Björn. Það það sem ég fíla með þig. Ég sett á allt lag á, sko. Tónlistin hættir aldrei. Tónlistin hættir aldrei, við tölum yfir tónlistina hér. Nei, þetta bara 3. dagur minn í vinnu og ég að stýra tækninni sjálfur og það nóg, sko, hægara sagt en gert. Já, tók nú auðvitað held ég 3 mánuði bara að læra ít á 2 taka einu, sko. Já, auðvitað bara ennþá drull á sig, sko. Já, nei, hann frábær gauður. Já, hann yndislegur. Já, hann þarf samt að passa sig, sko, þegar hann hérna... Herðu, ég var inn í bæðan. Já. Tilti minn niður, fekk mig brönns. Já. Kom ekki 3 risastóri trukkar. Já. Gámabílar. Fullir af fólki, klætt í allskis búninga, syngjandi söngva. Hvað að gerast? Það verið að dimitera. Það málið? Já, er ekki, það núna þetta. Jó, það voru Mexikanar með gríðarlega fallega mótur. Já, í hvaðin búningum var þetta lið? Kafarjar. Já. Og svo hérna svona breskir svona, ef ekki sé svona gæja sem svona breskum búningum með svona gett stóra svona hatt, svona Mart Simpson. Bretar. Svartir. Er þetta bretar? Já, það er svona breskir. Já, jú. Er svona hérna sem eru fyrir utan höllina? Konungshöllina? Já, svo voru svona mimes. Látbarðsleikarar. Já. Ímislegt, þetta er mjög skemmtilegt. Hérna, varst þú dimiteraðir þú, klæddur í búninga þegar þú... Já, reynda var okkar dimmitingi var, sko, maður hálf skamma síðan þegar maður kemur hérna suður og sér, sko, vinnuna sem lögð í búningana og hvað eru flottir. Já. Við vorum bara með eitthvað stregapóka, kliftu á til, fengum svona bakkaband. Í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Já, þetta er mjög sveitalegt þegar ég er að tala um þetta, ég viðurkenna það, og við vorum bara munkar. Þú varst, hvað sér, bara í kartöflupóka? Já, vorum í kartöflupóka sem við bundum með bakkaband utanum okkar. Fórum bara út í hérna... Byrjum kl. 2 nóttina að búið til búningana og það var aðeins við að fá sér og svona og vorum vel feskarnum morguninn og... Já. Og hvað gerir maður á Sauðárkróki? Á króknum? Hvernig dimitera þar? Það er bara venjan að fólk hittist og fari svona eitthvað í búningana. Já. En virðist vera hérna fyrir sunnan og þá sé bara búið að vera töluverð vinna framan á, sko, sem lögð í búninganum. Já, svo fer liðið út svona í bæinn og fer út allt og svona sína sig og sjá aðra. En hjá okkur þá var þetta, sko, þá fórum við heim til kennarana.
út allan bæ, sko. Bara eldsnemma, kannski 5-6 morgunin. Og þá var sungið og verið með allskins læti fyrir utan hjá kennurunum. Já, voru að rekja þá. Já, það var mjög gaman. Ég man alltaf þegar ég var lítill patti, sko, þegar bjó kennari við hliðina á mér, þá kom alltaf eitthvað lið einu svona ári, alveg snarruglað og söng fyrir utan og svona mikið stemning. Þetta var gríðarlega gaman, sko. Já, þetta hljómar skemmtilega. Ég nefnilega, sko, Hvernig þetta fyrir sunnan? Já, ég, sko, nefnilega var í Vestló og þar ekkert svona dimmitherð. Það var ekki og ég held að sé ekki lengur. Það er svona, það er bara svona, eða var galakvöld og svona ball, eitthvað svona, eða þú veist svona bjórndæmi, já, nákvæmlega. Galakvöld í alvörunni, ekki orðin 20. Jú, nei, sko, ég fór aldrei neitt búning, sko. Og þess vegna hef ég svona, þú veist, ég nota hvert tækifæri í dag til þess að fara að bregða mér í búning. Það er gaman að fara í búning, maður. Það er fátt skemmtilegur en að fara í góðan búning. Og setja á sig hárkollu og vera eitthvað svona típa. Ég elskar að setja mig hárkollu. Er það? Hvernig er það? Hvað er fólk að gera þetta fyrir sunnan? Er þetta bara svona að vera að fara í bæinn og syngja og eitthvað rugl í kringlunni eða hvað? Er það ekkert að fara heim til kennarana? Ég myndi ekki vita. Ég var ekki í þessum pakka, sko. En jú, ég held að sé það. Bara að vera sipp í sig og fara í bæinn. Er ekki svolítið sportið að vera árin fullur sem fyrst daginn og búin á því bara? Jó, allir í búningum og svo saman og ég veit það ekki. Já, þetta er gott. Herðu, við ætlum að halda áfram hérna rétt á eftir en fyrsta lagið sem að lættist inn á þann. Það held ég nú, menn í stuði hér í FM 95 Björn Bragi og Sverrir Bergmann með ykkur hérna til 6. Sverrir, ertu þarna? Ég er klár. Sko, við hérna vorum að ræða þetta að þegar þessi þáttur byrjaði, FM 95 Blöð á sínum tíma í haust, þá var gert myndband við FM 95 Blöð lagið og það sem Öddi var að syngja og textinn var, þú veist, Björn Bragi verið með honum á mánudögum, Sveppi Krull tekur 3. dag á sig og svo framvegis, Hjöppi K verður alla 50 daga og föstudögum verða þetta 2 harðir. En nú hafa hins vegar orðið breytingar og ég er komin alla virkadaga í næstu 2 vikurnar. Þannig að við þurfum að breyta þessu lagi. Þú ert náttúrulega besti söngur á Íslandi. Er það málið það? Mér finnst það. Þú og Jón Jónsson, þið saman. Þú ert með það er eitthvað leynd ást þarna til hans Jónsfræði. Og þín, ykkar begja. Þú líkist allar upp. You're my boy crush. You're my boy Björn. Ertu komið með textan hann eða? Já. Allan textan? Já. Sko, ég var að spá, ég er með kassagítar hérna, strappaðan mig. Bittu? Heyrist í þessu? Já. Bittu? Já, ég set mækið niður. Bittu? Og ég ætla að spila lagið, þú þarft að syngja þetta og byrja á byrjun og svo 1 vers. Er að byrja þátt á FM. Ekki? Jú, ok, og svo, byrja aftur. Ok, núna. Taka þetta? Já, þetta. Er að byrja. Bittu? Þetta er skelfilegt. Nei, þetta var mjög gott. Þetta var svolítið sjálfhverft af mér. Já, þú elskar þetta. Ég elska mitt eigin nafn. Er það málið það? Ég elska þessa athygli. Ert þú B.B. King eða? Ertu eitthvað búin að heyri byrni bara, nei, Brjánabreka. Brjánabreka með þetta? Já, hann kemur á morgun, sko. Já, ok. Já, ég mun allavega heyri í honum, ég veit ekki hvort hann ætlar að koma eða hvort ég mun hringja hann. Og það verður fyrsta skipti sem við tölum saman. Þegar hann var nú heldur betur að drulliði með þetta síðast. Ég held að hann verið brjálað, sko. Hann ekki að tala um að mölva þér andlit og eitthvað. Já, það kann segja að ég væri með þvag í hausnum. Herri, ég þakka þér fyrir þetta góða lag. Já, þetta var vel æft og gott. Já, ok, þetta var ekki vel æft og ég skeita á maður með gítarinn. Allt í góð. En þú stóðst þig vel. Já, þakka þér. Það er það sem skiptir máli. Já, þú dast ekki. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Er ekki komin tíma á eitt feskan og góðan línubát? Hlölabáta. Það er magnaður miðvikudagur og þú getur hort á grínsnillingana í Mið-Íslandi og allt hitt efnið á Stöð 2 frelsi án endurgjalds í sjónvarpi Símans. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. 100% Whey Gold Standard próteinið frá Optimum Nutrition hefur verið valið prótein ársins síðustu 7 ár í Bandaríkjunum. Þú fær Optimum Nutrition fæðubótaefnin í perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Nú getur þú keypt allt í Sagasjop borð í vélum Icelandair fyrir vildarpunkta. Enn öflugri fríðindi með Sagaklöpp. Njóttu þess. Icelandair. Heil umferð í enska boltanum helgina. Manchester United Manchester City á mánudag og spennandi lokasprettur í maí sem þú verður að sjá. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins 4. apríl með maíáskrift. Skelltu núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512-5100. Stöð 2 Sport. Enski boltinn. FM 95 Blöð í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það.
held ég nú, FM 95 með ykkur til 6, Sverrir Bergmann og Björn Bragi, en til okkar eru komnir góðir gestir, það er búin að vera gestagangur í allan dag. Já, þetta er gaman. Og nú eru komnir hérna yngstu gestir dagsins, það eru þeir Ólafur Kjaran og Sigurbjartur, sem eru að fara að keppa til úrslita í mælsku og rökræðukeppni framhaldsskóla Íslands annað kvöld. Velkomnir. Takk fyrir. Já, ekki vera svona æstir, voru að tala hérna í mækinn sko. Þið, hvað syngur í ykkur? Flottir. Já, við erum bara mjög hressir sko. Ok, Sigurbjartur, þú ert í MH. Já. Og eru þið að fara að vinna þessi keppni? Já, ég held það nú sko. Hvað er umræðuefnið? Umræðuefnið er stríð fyrir frið. Stríð fyrir frið, af hverju þetta umræðuefni? Draumaefni MH eitthvað þetta. Já, algjörlega. Nei, það var endað að ég var bara dreigið sko. Já, af hverju er það? Sko, það er alltaf liðin hittast og ræða og reyna að koma sér saman umræðuefni og af hverju gekk það ekki hjá ykkur? Það voru bara svo þrjóskir MH-vinni sko. Nei, ég vil meina að það verið öfugt, sko. Já, og hvað tekur langan tíma áður en það er ákveðið að draga hvað á ræðum? 12 klukkutíma. 6 morgunin eftir að reynda að semja í 12 klukkutíma. Já, frá kvöldi til klukkan 6 morgunin og þá er ákveðið að ræða stríð fyrir frið. Það er enda mjög viðeigandi. Er það? Já, þetta var stríð fyrir frið. Já, ætlið svolítið að ræða bara hvernig samningaviðræðurnar voru. Það er náttúrulega búið að vera stríð í gangi líka á milli skóla í vikunni sko. Er það? Hvernig þá? Það er svona eitthvað smáttur í. Er svona verið að, þú veist, moka kindaskít fyrir utan innganginn og eitthvað svona dótt? Já, það er búið að lýsa upp MR í rauðum ljósum á nóttinni. Rólegur. Og síðan ræna þetta nefndafélags MH. Já. Er ekkert verið að, þú veist, bara taka einhvern og berja einhvern eða eitthvað svoleiðis? Er þetta allt svona voðalega, Bara ekki nálægt því í gær. Já, við stungum upp á það í gær, sko, því að þeir vildu taka miðgarmsorminn af okkur, sko, sem er svona ormur upp í MH. Og sem búin að vera í einhverja áratugi upp í MH? Já, hann er líka ekkert lítill, sko, hann er ógeðslega stór, sko. Það er erfitt að halda á honum. Við hefum ætluðum að fá, sko, manneskju úr MR í staðinn og bara hafa hana hjá okkur, hún getur alveg keppninu verður. Láta hana gista í skólanum, sko. En það gekk ekki? Nei, það gekk ekki. Þeir enduðu að ræna forsetinum okkar, sko. Já, og er hann kominn í leitirnar? Já. Ok. En eru þið vinir svona utan, þú veist, keppninar, eða er gott á milli ykkar? Eða er þetta alvöru óvild þannig á milli? Við erum vinir, sko. Það er óvild í eina viku, sko. Já, óvild í eina viku. Stríð inn á vellinum, friður utan hans. Algjörlega. En er töff að vera í Morfís í framhaldsskóla? Það er svolítið rock, sko. Já, það er smá rock, sko. Hvernig svona, er njótið mikilvægt kvennhylli? Þetta er þokkalegt, sko. Þokkalegt, sko. Sverrir Bergmann lær. Já, þú ert í, Ólafur, þú ert í Getur betur líka, þið voru að vinna Emmeringar Getur betur og þú varst að vinna hana, til að mikið með það. Hvort er skemmtilegra? Mér er Morfís skemmtilegra, sko. Ég er eiginlega alltaf ekki að vera Getur betur aftur á næsta ári. Af hverju? Það er skemmtilegt að vinna þetta, en ég þarf ekki Ég þarf þetta ekkert aftur. Ég er meira að sækja þangað, sko. Nei. Er þetta Michael Jordan Getur betur mættur hérna? Hann bara klára titilin og bara Þarf þetta ekki aftur, en var ekki Michael Jordan 6 titla? Jó, en hann skellti sér í 1 ár í hafnabolta eitthvað, hann getið dottið í eitthvað svipagrín, sko. Eða verið bara í MR til 25 ára aldurs og unnið 6 titla. Þá væri hann Michael Jordan. Það er challenge. Já, það væri helviti gott. En og við hverjum má fólk búast, komið með eitthvað rök fyrir stríð, fyrir frið, Það er nú vafasamt, sko, að fara að hleypa andstæðingum inn á þetta, sko. Þetta er svona djöfisins hernaðar leyndamál. Og þetta er í Hörpu, er það ekki, úrslitin? Jú. Og hvernig er að fara, er það góður vettvangur fyrir ræðikeppnir? Það har aldrei verið keppt en aðra, en ég held að það sé rosalegt, sko. Já, það er rosalegt. Hvað komast, er þetta í Stórasalnum? Já, þetta er í Stórasalum. Þannig að þið getið komið 1800 manns að inn? Ég held að það sé loka fyrir svalinar. Já, loka fyrir efstu 2 svalinar, en það er alveg pláss fyrir, þú veist, eitthvað 1200 manns, sko. Já, helviti gott. Það er geðveikt, maður. Þetta verður geðveikt. Svessi, varst þú aldrei í neinu svona í menntaskóla? Varstu bara... Nei, ég var lítill í mér, ekkert voðalega mælskur, sko. Nei. Þannig ég hef aldrei getað tekið þátt í svona keppni. Þú ákvæmst bara að spara þig þangað til síðasta árin og vinna bara söngkeppni framhaldsskóla. Ég tók nú þátt fyrsta árið. Í söngkeppninni? Já. Og fyrsta árið þitt í mentó? Og gafst ekki neitt bara? Nei, ég bara hætti öðru sæti, heima. Hvað söngstu þá? Dog of the Bay. Skiptir ekki máli. Nei, ok. En þeirra farið hörpun á strákarnir, hættu þessu. Svo söngstu án þín. Já. Ok, ef við getum ákveða hérna í sammenningu, hvað er svalast af þessu? Getur betur, Morfís, söngkeppni framhaldsskólana? Ég veit ekki, það fyrir eftir hvernig svalt þú lítur á þetta, sko. Mér finnst þú klárlega svalastur, sko. Er það málið það? Takk, sorry strákar,
syngur eins og kiðlingur. Nei, ég meina, ég var sjálfur líka Getur betur Morfís, þannig að ég einu slúrið. En þú veist, en ég myndi miklu frekar og geta sungið eins og kiðlingur eins og þú. Ég finnst samt eitthvað töff við að taka Morfí, sko. Þegar þá ertu svona in your face, svona, og þarft að svara fyrir þig, sko. Já. Fyrir framan alveg hauga fólki. Já. Það eitthvað töff við það, sko. Já, svara fyrir stríð, fyrir frið. Já. En þið ekki, þú ert að klára, þú ert að útskrifast Sigurbjartur. Jú. Og ferðu svo að dimitera, eða hvernig það? Já, dimission hjá okkur bara daginn eftir keppnina, sko. Já. Þannig að þú hefur að ýmsu að vinna. Það verður ekkert leiðilegt fyrir að vinna þarna á 50-kvöldinu og fara svo og hrynja í það daginn eftir. Já, maður kannski reynir að sofa í nokkur tíma að byrja, sko. Óli, af hverju ætlum við að halda með þér? Góð spurning. Því að nú, hann kom með mjög góð rök fyrir að við ættum að halda með honum, sko. Já, hann skulle hafa. Strákarnir í liðinu... Og þið unni getur betur, sko, þannig að þið eru komnir með það. Ég veit ekki, strákarnir í liðinu mínu mista Timmy svo í gær, sko. Þannig að kannski fá sárabætur bara sigurpartí núna á morgun, sko. Já. Gefa þér smá sárabætur. Það finnst sko, að því að hann fær ekki að fara, en hinir þurft að sleppa til þess að vera undirbúið sig fyrir keppnina. Ég segi það, sko. Það er engin sanngirni í þessum heimi, strákar. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að mæta á þessa góðu keppni, að minnsta kosti 1200 manns. Já. Og gangi ykkur vel. Takk hérlega. We get drunk and smoke weed. Það ekki góður boðskapur í þessu lagi eða hvað, Sverrir? Ég veit það ekki. Það voru nú einhverja óverðir niður á Austurvelli daginn. Eða ekki óverðir. Já. En það eitthvað í umræðinni að... Hvað var liðið að gera? Það voru menn voru eitthvað að vilja fá kannabisið. Puffin the Magic Dragon. Eitthvað fá það lögilegt. Ég ætti nú kannski að kynna mér það nánu, ég fer að tala um þetta. Voru menn að fá sér hitt góða græna? Já, mér skilst það. It ain't easy being green. Nei. Eins og Shrek segir. Lean, mean, green machine. En Hulk, var Hulk, akkur Hulk svona stór og græn? Æ, var hann sæl. Hann sá græni? Já, hann sá græni. Ætli hann sé bara heima, alltaf, þú veist, þrýfur allar mjólkuferðunar og svona, það búinn. Já, það sé svo umhverfisvæn. Þetta rándýr húmor hér í FM 9. Ói, hvað ég leiðilegur, ja? Nei, þetta var gott. En sko, það svolítið skemmtilegt. Nú ég í stjórnendarhlutverkinu, sem þýðir fyrir hlustendur að ég sit hinum einu borðið. Ég var alltaf að setja það sem þú situr, Sverrir, en nú sit ég það sem Öddi situr vanalega. Og hér ég með sjónvarp, sem mjög skemmtilegt, og ég búinn að vera að horfa hérna á endursýningu á leiknum Barcelona-Chelsea, sem var í gær. Ég horfði reyndar líka á hann í gær. Ég skil ekki hvernig Barcelona gat ekki komast áfram. Já, ég veit, sko, ég horfi eiginlega ekkert á fótbolta, þetta er Leeds-fjall. En mér skilst það alltaf að vera að tala um Barcelona-vélinn og hvernig hún bla bla og þetta. Já. Svo þetta bara út á móti Chelsea sem í 5. sæti í ensku úrvalsdeildinni. Og sko, það eiginlega óskiljanlegt að þeir voru alveg 5 sinnum betri í báðum leikjunum. Þeir geta skorað 10-15 mörg, sko. En hvað? Þeir skorað ekki með kjarkinn. Nei, hvað það sem vantar? Er þetta andlegt? Ég veit. Er þetta í hausnum? Já, það lítur að vera. Er ekki verið langbestir? Jú, langbestir og þú veist alveg bara spóla hann í gegn. Nú dottir út úr þessu og búin að tapa spænsku titlinum. Já, djöfull það svekkjandi fyrir. Nú fer Pepe Guardiola, nú hann farinn. Hann lítur að vera. Nei, hann flottur. Ég meina, eins og í Real Madrid. Já. Capello, það ekki? Hann vinnur deildina, en ekki meistaradeildinu. Mourinho. Já, ég að segja, þú veist. Já, sem var, einsinni. Já, Rekin. Vann deildina en ekki meistaradeildina. Svo er annar gæi, vann meistaradeildina en ekki deildina, Rekin. Dregin. Hvað það maður að gera? Þú veist, það er að vinna bara allt. Já, ég held það. En nú, svo er Real Madrid með að spila í kvöld, ætlar að horfa á leikinn. Real Madrid, Bayern Munich. Sem er hinn undanúrslitin. Gæti verið, ég myndi glugga svona síðustu korterið. Já. Þá sem maður endursýningarnar og næði spennunni ef hún ykkur. Já, ég svolítið í þessu líka. Ég sjá síðasta svona hálftíman eða seinni hálfleikinn, sko. Já, að þeim maður hefur ekki alveg þessar 2 tíma, sko. En með einhverjum meður að halda? Real Madrid eða Bayern Munich? Real mittlið. Real mittlið? Já, ég held alltaf með Real í gamla daga, sko, þegar Davos Súk hefur upp sitt besta. En Real ekki vondaliðið og Barcelona góðaliðið? Eða þeir bara bæði alveg eins? Já, þetta svona, þú veist, ég held að sé allir brjálar á Spáni, alltaf þessi 2 lið sem langt best og aðrir ekki breyk, sko. Já, Valencia vann nú reyndar einhvern tímann. Já, þau voru góð, slóðu Leeds í fjarlægu úrslitum. Já. Það mendi ég þetta bara átti leikinn. Herri, ég ætla ekki að drepa hlustendur úr fótboltatali. Við ætlum að fá stutt skilaboð og svo komum við hérna á eftir áður en að við kveðjum. Magasín, virkamótna klukkan 7. Það þurfti að vera á íslensku. Já, þú veist ég að segja. Ef maður kæmi, skuggar í skjóli nætur, skjóta rótur sínu hér. Ég bara, hann klikkaður. Já. Nei, það... En svo færi maður alveg að viðlæðinu, bara, sótum að. Fílar í hana. Oh my god, það er svo fegin að þetta sambandi. Alla virkamótna á FM 957.
Þarftu lán? Ertu viss? Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki taka lán með SMS. Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Það magnaður miðvikudagur og þú getur séð stórstjörnur framtíðarinnar í American Idol og allt hitt efnið á Stöð 2 frelsi án endurgjalds í sjónvarpi Símans. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Undanúrslitin í meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport. Real Madrid, Bayern München í kvöld. Þorsteinn Jóðagestir á sínum stað fyrir og eftir leik. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. English Pub. Minnum á leikina í meistaradeildinni í kvöld. Allir leikir sýndir á HT Risaskjám. English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Tryggðu þér miða á risaleikinn Manchester City Manchester United í hágæða þríví og sjáðu úrslitin ráðast á hvítatjaldinu. Miðasala hefst á morgun á miði.is. Smárabíó og Stöð 2 Sport 2. Saman í þrívínd. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það held ég nú, þetta framlag Svía í Eurovision í ár. Loreen með lagið Euphoria. En Sverrir, það að líða að loka með okkur. Já, ég trúi þess ekki. Hvernig finnst þið það? Er ekki erfitt að kveðja? Það ömurlegt að kveðja. En það búið að vera einstaklega gaman hjá okkur. Já, ég fæ hitta það eftir á föðs. Já, þú færð það svo sannlega. Þá kemur föstudagslag. Og þú átt eftir að ákveða hvað það verður? Já. Ok. Það fer að detta inn. Já, það eru komið nokkur óskalög. Já. Það var eins sem vildi fá My Girl. My girl. I got sunshine. Kannski þetta er það. Cloudy day. Já. Til í það? Já. Hvernig ætlarðu mér að syngja með þér í föstuslagi? Bara næst. Næst? Ekki núna heldur næst. Ok. Ertu til í það? Ég til í það. Shit. Herðu, við erum búinir við heyrðum í Jóni Jónsson í dag. Já. Við fengum... Hann með þér á föstudaginn ekki? Jú, hann með mér á föstudaginn. Vá, hvað það verður steiktu þáttur maður. Er það? Já, þið tveir eru vel steiktið saman, sko. Já, kannski. Við skulum reyna að haga okkur í þetta sinn. Og við fengum Óla Jóels, Your Game TV brother. Yeah. Fengum stráka sem að keppa í úrslitum Morfís. Við reyndum að gefa iPad, það gekk ekki vel. Nei, við ætlum að sjá hvort að við gerum það aftur á morgun. En Sverrir, það var bara heiður að fá þig og einstaklega gaman. Bara heiður að fá að vera með þér eins og alltaf. Það er svo gott. Ekki missa af FM 95 Bjö á morgun því að þá verður Hjörvar Hafleðarsson með mér og þá verður algjört uppgjör á milli mín og Brjáns Breka. Og eins og þú sagði réttilega, á föstudaginn kemur Jón Jónsson, þannig að það er nóg að vera framöndan. En við ætlum að enda þetta á alvöru slagara. Býtu? What is love? Wow! Nú erum við að tala saman. Endum þetta á góðu jammi og sjáumst aftur á morgun.